Hvað eru þið mörg? Hvað eru þið mörg? Ha? Já, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Prófið á morgun. En, markmið eru 17, sem eru síðan öll með sín eigin undirmarkmið, 169 alls. Ég held þú þurfir smá upprifjun. Sameinuðu þjóðirnar hafa verið vettvangur fyrir alþjóðlegt samstarf og lausnir á hnattrænum vandamálum. Með 193 aðildarríkjum vinna þau saman að því að takast á við stærstu áskorun. Það virðist ekkert vera að ganga neitt sérstaklega vel hjá þeim. Ha? Ég meina, fólk fer frá heimili sínum vegna átaka og fátæktar. Jöklar eru að bráðna og skógar brenna og enginn gerir neitt í því. Enginn að gera neitt, en öll þessi vandamál eru tekin fyrir í heimsmarkmiðunum. Skiptir einhverju máli hvort við höfum bætt heilsufar fólks eða aukið tækifæri til menntunar eða það er ekki hægt að lifa plánetinu lengur vegna hnattrænnar hlýnunar. Aðgerðir í loftslagsmálum, markmið nr. 13. Árangur í einu markmiði hjálpar öðru, eins og til dæmis menntun fyrir öll. Með því er unnið að jafnrétti og minni fátækt, en úr því kemur líka nýsköpun sem vinnur gegn loftslagsbreytingum. Mér líður bara eins og sé orðið allt of seint til þess að gera eitthvað í þessu. Ég er líka skíthrædd við þetta, en allt sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir þessar breytingar mun hjálpa. En hvað getum við gert? Til dæmis breytt okkar neysluvenjum. Við erum að kaupa alls konar dót og drasl og pælum ekki í því hvort við erum að misnota vinnuaflið og pælum ekki í því hver áhrif það sé á umhverfið og pælum ekkert í því hvað verður svo þetta. Aðstæður geta breyst til eins betra á skömmum tíma. Þegar ósonlagið var að eyðast upp, þá unnu lönd, fyrirtæki og almenningur saman og náðu hratt miklum árangri. En ég er alveg sammála því að það sé ekki verið að gera nógu mikið í þessu. Við þurfum að gefa í, ekki eftir. En til þess að það geti gerst, virkar ekki bara að rífa allt niður og byrja upp á nýtt. Við þurfum að koma auga á það sem við erum að gera rétt og gera meira af því. Er það ekki? Ef við þá núna byrja að læra til þetta próf.